Erum við naturals? Já, Já, ég veit það. En málið að því að við þekkjum svo vel. Já. Þú veist, þetta bara... Hæ og velkomin í Stílbrot. Hæ, gaman að vera hér, 10 dögum bara eftir að þér dætti þetta í huga eða eitthvað, eða ekki? Ég held að sé bara eitthvað 10-12 dagar eða eitthvað. Já. Og hérna, ég fekk bara hugmyndi, ég hugsa bara að ég ætla bara að ringja hana. Ég hef oft hugsað þetta. Svo var bara áramóta heiti mitt smá svona, að ég bara gera kannski meira sem að maður myndi ekki venjulega gera. Já. Stíg út fyrir þægindrama. Áramóta heiti mitt var að segja já en ekki nei, en þegar þú hringdir það var bara error í hausnum á mér, ég var bara nei. En sagði já, og eins og þú sagðir, ég held þú verður ekkert spennt, en það var því ég var bara að díla við hausnum, því ég var bara... Fyrst var svona smá svona efins, en svo bara næsta eitthvað að við heyrðum, það var bara, heyrðu, ég er bara klár. Já. Ég meina að sitja hér og spjalla um tísku og eitthvað svona, það gæti ekki verið auðveldra með þér. Nei. Við erum náttúrulega búin að þekkjast síðan við vorum, hvað? Sko, við erum náttúrulega búin að þekkjast síðan að ég var svona í 25 ár, 22 held ég. Pældi? Já, en Nei, lengur. er það? Já, þegar ég var að agra þig kókó í kringlunni og selja föt, þá var ég ekki bara eignast Magnúsinn. Nei, en þá náttúrulega hérna, þá þekktust við ekki neitt. Það er náttúrulega annað. Nei. En ég var samt að selja föt, já, en þú veist, það var svona einmitt fyrstu kynnina, því að ég bara spáði hvort við eigum að segja þína útgáfu eða mína. Já, mér er það til svo leiðileg. Ég trú, ok, segðu þína. Sko, það var þannig að ég var alltaf í Kókó Já. að máta föt og ég elskaði þessa búð og mér fannst þið allar svo geggjaði gælur. Var ekki þannig að fyrstu kynnið þín að mér var því ég kom að sóttu vinnu, var það ekki eftir að ég var búin að vera ofta að máta föt? Þú varst búin að koma nokkuð sem máta föt, ég var búin að afgræða, ég vissi alveg hverju þú varst, sko. Einmitt. Svo kom ég og sóttu vinnu og ég var kannski ekkert á... Eru bara að henda þetta í fyrsta podcast? Nei, ég ætla bara að segja, ég kom bara og sóttu vinnu og það var bara, þú bara horfðir á mig bara þessi kall og hérna, og ég kannski líka var ekkert á góðum stað þá, ég var bara ung og nýbúin að lenda í áfalli og eitthvað svona og þú vissi það náttúrulega alveg, þannig að ég var kannski ekkert svona góðu kandidátið þá. En svo mín fyrsta upplifun, því ég man ekkert eftir þessu. Nei. Ég man ekkert eftir að ég hafi verið eitthvað að máta og ekki? Nei, og ekki einu svona ég hafi sótt um vinnu. Ég man eftir því bara því mér varst þú svo sæt og eitthvað flott típa og eitthvað, þannig að þú sast svona eftir hjá mér, skilju. Þannig að það er mín fyrsta minning, skilju. Já, af því að mér varstu alltaf mjög sæt, sko, en þú varst náttúrulega hundleiðileg við mig. Það Getur ekki verið. Það er Ég bara fyrirgaf þig, ég ætla að segja officially núna bara on the record. segja Er fyrirgefðu. það? Já, Ok. af því að hérna, ég ætlaði náttúrulega bara, ég setti þig náttúrulega bara í, sko, mjög ákvörð svona bobba. Stöðu. Já, Ég kom var inn. alltaf að reyna að vera bossbit, skilju. Já, ég bara, herri, ég ætla bara, geti ég opnað reikning. Ég ætlaði bara að fara að skrifa á mig föt. Og þú bara eitthvað, horfðu bara svona, af hverju ætti ég að treysta því að þú fari bara að borga þína skuldir og ég bara... En sko, forsagan að því náttúrulega var stelpur búin að skrifa á þessu sem borguðu ekki neitt og það var búin að taka mig á teppið, sko. Já, auðvitað, og ég skilði alveg núna, en ég var bara eitthvað búin að mana mig upp í að Hvernig fara. myndið þú gera dag ef einhver myndi gera þetta í vinninni hjá þér? Ég myndi auðvitað bara segja nákvæmlega saman og þú sagðir. Þú veist, Ok. var ég eitthvað borgunarmanneska fyrir því? Ég man ekki eins og hvort ég var komið með vinnu á þessum tíma. En ég dyrka samt að það götsi í það að Já. koma og byggja bara um opna reikning Já, í það búðinni. tók nú langan tíma að vinna sjálfstyrst. En til að setja þetta í samengi þá gleymi ég ekki heldur að það voru öskubakkar út um allt í kringlunum, mannstu eftir það? Já. Og það voru öskubakkar undir borðinu bara með sígarettstöpum í, þannig að þegar fólk var að gera upp þá bara smelt hérna, Já. viltu pæla? Já, og mannstu ekki Stjörnuntorklunni? Það voru bara allar reykja þar, bara í... Já, bara allstæðir í kringlunni. Já, bara alls staðar í Þetta kringlunni. er agalegt. Þarna voru við bara til, að vinna í búð og erum ennþá að. Það er svo fárlegt. Galið. En auðvitað höfum við verið bara vinkonur síðan, en við náttúrulega Já. kynntu svona almennilega þau byrjum að vinna hjá Söfu, Já, okkur konu okkar konu, og hérna Söfu Jóhansen, fyrir það sem ekki vita. í NTC. Og hérna, og þá einhvern veginn kom ég svona síðust inn, eftir að því að einhvern veginn allar voru komna yfir í Kókó í kjallarann, nei, úr Kókó í kjallarannum. Þannig að Steini, hann náttúrulega náði í ykkur allar á færibandi. Já. Svo er ég orðin svona drottningin í ríkinu, þarna í kjallarinu, loksis komið vinnu. Við allar hættar, þú ein með þetta. Ég ein með þetta, ætlaði að sigra heiminn og þá bara kom Steini og hann ætlaði líka ná mér. Hann hætti náttúrulega ekkert fyrir en ég sagði já. Hann var cable guy döðans, en bara takk Steini. Þetta var gott jobb. Þetta var Hann gott náði jobb. fullt af góðu fólki hérna. Já, hann var algjör örlavaldur og glæði bara líf okkar allra.
og þú veist, ég er náttúrulega ennþá að vinna þarna. Já, þú náttúrulega komst tilbaka. Já, en þú veist, ég held samtals, þetta eru 20 ára eitthvað sem ég er búin að vera að vinna í NTC. En það er líka gaman að segja fyrir því að bara eiginlega allar mínar, ekki allar, en mjög mikið af mínu bestu vinkonum kynntist í NTC. Já. Þess vegna er fólk ofta að spyrja mig, hvað er þú gömul, hvað er Maja gömul, hvað er Elisabeth gömul, alveg Aldís eitthvað, Erna, og því við erum á öllum aldri. Já. Og þá, þú veist, er það alltaf, akkur eru þið vinkonur? Já, einmitt. Já, einmitt. Þið eru ekki saman í bekk? Nei, og við náttúrulega bara eigum NTC sameiginlegt. Ég held líka bara mjög stór partur af mína mun á hafi ég kynst. Þarna? Já. Menna Gulli var líka að vinna með mér í Kókó. Í alveg? Já. Gulli? Já. Gulli? Já, Gulli vinni. Oh my god, vinni þinn líka? Já. Ok. Meistari. Já, síðast með henni í gær. Ég veit það, hérna hugsaði þetta. Já, fyndi. En já, þannig að við erum búin að þekkjast ótrúlega lengi og bara gaman að við getum gert það saman. Við náttúrulega tölum saman 24/7 tísku, tísku. Já, og svo kannski tísku. Og en undan var náttúrulega búin að tala Beckham og eitthvað svona, við komum að því sérna. Og þannig að mér er gaman að því að við erum búin að vera að vinna unnum saman og erum þú veist núna að vinna saman og hittust á tískuvikum og bara heyrjumst á, þú vinkonum mér sér hringi mest í mig. Ég hringi í allan. Ég veit það og ég elska það, af því þó að ég sé sömu kynslóð og þú, þá er ég bara voice. Ég er náttúrulega með síma með mammir hann. Já, ég er meira svona voice og bara ef þú getur sagt það í SMS-i, gerðu það. Ég þarf alltaf að vita, bara hvernig hefur það alltaf góð. Ég veit það. Ef við erum búin að heyra í lengi þá er ég bara að tjekka, en svo líka, ef það er eitthvað svona sem ég er ekki klára á í vinnunni, þú ert svo góð í öllu reglum og neytendalögum og eitthvað, þannig að alltaf er eitthvað sem ég veit ekki alveg ef ykkur að skilja ykkur eða er eitthvað svona vesen, ég veit ekki hvernig ég á að díla við það. Þá ringi ég alltaf að Maju, ég held að bara hvernig er aftur þessa reglur, hvernig er skilja reglunum með þetta, bara til að ég sé alveg viss og þú bara... Já, ég er alveg, ég bara... Tískulega að segja my Google, bara, ég bara, í stað, þú veist, ég bara, Maja, hvað ger ég núna? Þú veist, það er mjög næst, takk. Já, alltaf góð, mátt alltaf ringi mig fyrir hvað sem er. En það sem er svo gaman út af því að við náttúrulega vorum saman að vinna, bara fórum ofta tískuvikur, bara þegar vorum að vinna í 17 gamla dag og NTC. Bara hvað allt hefur breyst af því að við ætlum að reyna kannski að tala tísku og eitthvað svona en líka bara bransinn, þú veist, bara tísku bransinn hvernig þetta er, hvað gerast á baku tjöldin hvað hefur breyst bara hvað gerum við á tískuvikum af því að þú veist, þegar við byrjum að panta og allt þetta þú veist, ég er ekki að djóka það voru ekki svona e-mail nei, við vorum með blað og penna og faxvélar og það væri 3 riti þú veist, og þú fæst bláa með hann þú veist, í alveg ég veit það og svo bara náttúrulega þurftum maður að varðveita þessar pantanir eins og sko bara, ég veit ekki hvað og svo tókum við myndir á sko myndavél sem við þurftum að fara með Hans Pettersson og láta framkalla þetta var ekki orðið eins þetta var ekki svona digital myndavél nei og svo fórum við og svo spáðum við tína myndavélinni nei, bara allt í steik svo fórum við og náðum í myndinar og röðum og borðum og svo heftuðu við pöntunina og svo sett í möppur, þú veist, held í vinnunni. Ég sko mannefnilega, ég gleymi því aldrei og ég sko maður fær ennþá stundum og sérstaklega maður að panta skó og svona, þá fær maður svona afrit og auðvitað fær maður seinna svo rafrænt, þú veist, rafræna útgáfa af því, en svona á sýningum oft þá, sérstaklega maður að panta skó, þá, og ég er ennþá bara með eitthvað sem Svafa bara kendi mér ekkert hún bara, þú veist, allar pantanir fari handfarangur. Bara ef taskan týnist þá er bara öll vinnan okkar hérna hún er bara fyrir bí. Mér finnst líka allt svo næst þegar maður var með pappirana það er kannski öðru sem núna en þá, ég var alltaf að fara yfir á í flugvélum leiðinni heim, það er gott að ná yfir síninni, þú veist. Ég meina, ennþá prenta ég út myndir og þú skrifa stælnúmer ná og allt, einmitt auðvitað maður komið alls konar leiðir, þetta er eitthvað sem maður hefur vanið saman, maður þarf bara að hafa þetta allt fyrir fram að sig. En þú veist, maður faxaði ótrúlega lengi, ég meina hver á faxvél í lífinu, en þú veist, ég man sko, ég er búin að eiga mitt fyrirtæki núna í 17 ári ár og fyrsta árið þá var ennþá eitthvað liðið Frakkland sem var ekki komið e-mail, þannig ég var hlaup á skrifstofunni mömmu og Óla til að fá senda fax, því það er panteka, það er fárlegt, og það er ekki það langt síðan, sko. Skilur við. Og þá líka bara eins og líka þá, að því við erum að tala svona, þú veist, þá versus núna, þá var ekki þessi samkeppni sem er í dag. Nei. Þú veist, það var bara, þú veist, þá er ég að tala um allar þessar samkeppni sem bara komið með allar þessar tækni, þú veist, allir segir netverslun og
maður að keppa við bara, þú veist, hvað maður TikTok shop og eitthvað alls konar. Já. Þú veist, hvað... Það bara allstaðar búðaklukkar og opna símaðin, það bara búðaklukki Ég veit það. Instagram, TikTok, nefnda. Já, og auðvitað, þú veist, maður alveg búin að aðlagast því og bara, maður reynilega bara lífið mann segir í símanum og það líka kannski annars. En vinna mín á þessum 17 árum, frá því ég byrjaði, það sem ég gerði þegar ég byrjaði og það sem ég gerir núna, hún svona, ég myndi segja, hún var svona 90% öðru sig. Já, spáði því. Á ekki lengri tíma. Nei, ég vaknaði á morgnana, mætti vinnuna, kom niður í búð, ég var með búðan 50-50, þú veist, saumastofa og búð og ég var bara að klippa, þú veist, ég gerði öll snið, saumaði alla kjóla fyrst, skilur svo þróaðist át í það að ég gerði snið og eitt kjól og sendi út, skilur í framleiðslu, að því ég var fljótari að, þú veist, gera kjólinn heldur en eitthvað teikna hann og skýra út, skilur, að því ég kunni bara gera og tók mig alveg smá tíma að konverta yfir í að, þú veist, það sem ég gerir í dag, að því þetta var bara mjög speciality, ég var bara að gera kjólinn, skilur þannig að, þú veist, og svo hérna var það bara þannig, ég setti bara mynd á Facebook, nýja leggings og, heyrðu, ég fann daginn status, ég setti ekki einu sinni mynd, nýja leggings, sjáumst, bara, og það var bara, var það alveg hægt að setja mynd og já, það var auðvitað, já. Mér er nefnilega bara galið að hugsa til þess að bara einmitt þegar maður var bara í vinnunni og allt þetta, þú veist, það var einhver símar, þú veist, núna er maður bara eitthvað, herri, ég ætla að laga þetta, maður bara tekur mynd, svo bara kemur heim og maður bara skoða okkur hvað, þú veist, maður bara screenshotar allt. En heldur við höfum verið að gera betra mót þá í innkaupum eða núna? Ég veit það ekki. Við vorum ákslega góður í þessu. Já. Og erum kannski enn, ég veit það ekki. Já, þetta er ný kynslóð að taka við, en þú veist, þetta eru við bara eldust og kannski það markhópur sem við erum kannski að sinna í dag er eldri, en hérna... En pældi, maður með allt í símanum, þú veist, ég bara með allt, bara hvað ég seldi mikið, hvað ég á mikið til, bla bla, þú veist, það er ekki að hugsa næstu neitt, skilju, opna þetta bara, en ég fer svona stundum ennþá inn á lager áðurinn fyrir tískuvikuna svona, og bara horfa á lagerinn bara, þetta er mistök, ekki komið mikið svona og það, mér finnst það oft bara best. Já, ég held að við bara gerum það öll að því að þú veist, maður þarf að sjá þetta, þú veist, það er bara x mikið, það fer alltaf eitthvað framhjá manni í tölvunni, maður er með allar upplýsingar, eins og þú varst að segja, þú veist, það er bara hægt að greina þetta niðri, ég veit ekki hvað, með kerfanum í dag, en auðvitað og ég líka segi líka alveg við verslunarstjóri hjá mér og svona, þú veist, það er ekki nóg bara að skoða í tölvunni, þú þarfst að fara og sjá, bara herði já, þessi er búin í mér, ég ætla að milla fara að allt þetta, þannig að ég held að það sé alveg margt svona gamalt sem að maður heldur líka, maður treystir maður alveg tækninni, en þú veist, það er eitthvað við að sjá ég fer alltaf áður en ég er að gera pantanir eða fara út á tísku og kaupa mikið eða eitthvað, ég fer alltaf bara og gramsa í lærnum, bara skoða. Það er líka mistökin. Ég veit það er líka mistökin, já. Það lærir maður, maður náttúrulega lærir af mistökum, það er það sem maður er að kenna börnunum sínum og þarf að líka vita sjálfur. Já, þannig að, og svo líka bara hvernig við auðlistum, bara hvernig komum við skilabóðunum áleiðis í gamla daga. Sko, í mann fyrst var bara rosa mikilvægt hvernig við settum út í gluggan, þú veist, maður bara tekin í þvílíkt kennslu, hvernig maður bara, eins og því ég var með Morgan, þá var bara okkur að kenn, bara hvernig tónlistu spilum í búðinni, hvernig áttum að græða okkur, klæða okkur, þú veist, ekki vera mikið, ekki of, þú veist, og það var kent okkur hvernig áttum að raða á slafnar, alltaf 4 vennileg herratri, 4 busni herratri, aldrei meira af neinu, alltaf puttin á milli, skilju, og og svo var hvernig áttum að setja gluggan, og það var alltaf saga, þú veist, ef að ein gína var svona blómabuxum, þá var næsta kannski í blómajakkanum við, eða þú veist, og og fenguðu kannski fengum bara bæklinga og tónlistina senda tölvupóst þá nei, við fengum bara bók með gormabók, skilur bara hvernig útsýrlingarnar og svo bara eitthvað DJ bara búin að búa til playlistan þú veist, við þurftum ekkert mikið að þú veist nei, og þá var það bara svona heildapakki hvernig þau vildi hafa sína ímynd en ég bara líka spáði að því að áður, þú veist, núna er maður að auðlýsa bara á Instagram og Facebook og svo auðvitað er maður að reyna að vera eitthvað á TikTok líka en áður það var það bara blöðin. Já, bara blöðin. Bara, ég ætla að væna heilsu, takk. Bara nýtt líf og Morgunblaðið og já, og auðvitað er það alveg líka margir sem gera þetta, það er alveg valið að gera það, en náttúrulega ennþá fullt af fólki sem les blöð. Svona útvarpsauglýsingar, ég meina. Og fullt af fólk sem les blöð en það er í dag, en það er bara kynslóðabil þar. En það er samt bara auðvitað til Morgunblaðið eitthvað núna, en það er engin svona blöð eftir þannig séð, nefnum kannski vikan eða eitthvað. Man sko til mörg flott blöð, bara glamúr og nýtt líf og bara alls konar. Ég veit það. Ég sakna sko. Ég sakna þess líka mjög mikið.
ég var ótrúlega mikið að ég elskaði að lesa þessi blöð Þannig þetta er en núna ef maður færi þetta bara beint í Ég veit æð það. það er hefur svona kost og galla já, það er eitthvað svona nostalgía í því að fletta blöðum þú veist, og auðvitað hérna bara eins og svona kannski eldri kynslóð, þetta er bara eitthvað sem þau gera þau eru bara áskundur á mokkanum og fletta og auðvitað ég viðkennilega í mistalana sem gera það við kaffibölla helgar og eitthvað svona en en það er bara þú veist, maður er bara með einhvern veginn alltaf það er bara eitthvað svona moment þá og maður gera það svo sjaldan ég kaupi mér þegar ég er að ferðast ég gera það líka alltaf, það er svona vani líka já, ég keypti alltaf öll blöðin til að skoða hvað er komið tísku og fór tísku þú veist, það er líka einmitt eitthvað nostalgi í því, þó þú getur fengið þetta bara farið inn á grazia.com eða hvað það er svona að lesa Vogue eða en hérna, það er líka eitthvað svona nostalgi í því já, þetta er gott vant já, þetta er gott vant og svo bara hérna, já, þú veist, það maður bara spá bara hvernig maður er einhvern veginn maður bara einhvern veginn aðlagast öllu, þú veist, ef einhver hefur sagt við okkur fyrir hvað, 30 árum eða eitthvað bara já, þetta verður bara allt símanum og herðu, einu sinni var ég nú í París og þá sjaldan en það fór náttúrulega bara einu sinni í mánuði eitthvað og ég hitti einhverja menn á hótelinu og við sátum að eitthvað vorum að spjalla við það og ég segi þetta hljómar ekkert svona nei, þetta hljómar kannski ekki vel en þetta var bara þú hittir allan menn ég hitti 2 menn, þeir voru bara nýja lobbyinu og ég, þeir eitthvað spurði hvað erum að gera ég segi hann að kaupa inn en þið við erum að vinna fyrir fyrirtæki sem var þá Apple sem ég vissi bara ekki hvað var þá það var bara alveg nýtt við erum að búa til svona þá voru að búa eða kannski var það ekki Apple ég maður ekki en þeir voru að búa til Sani betri, ég veit það ekki samt en þeir voru að búa til fyrsta ever svona hvað hétt þetta já, hann var svo lustar á tónlist ekki iPad, já hérna iPod takk Bryndís og ég var bara það er ekki skrýtar maður mjög nei, Kjeli, hvað meinar þú bara getur bara sagt mér eitthvað lag bara með einhverju söngara og ég get spilað fyrir ég bara kjaftaði þetta var bara þannig auðvitað hljóma bara eitthvað alien þá ótrúlega fyndið þannig að þetta er breyst hratt en þá líka svona kannski að því sem að mér langaði að ræða í dag og það er TikTok og TikTok trend að því að sko við höfum svo oft rætt þetta og mér finnst svo ótrúlega fyndið að því að þú veist það eru bara 4 ára millakar 3 ár en þegar kemur TikTok þá er eins og þú sétt nær dóttur minni aldrei já, en samt sko, já út af því að það sem mér finnst svo áhugavert er að því að hvað ég einhvern veginn bara, ég elska TikTok og við höfum nú ég hef postað 2 TikTokum einu var með mér að dansa tísku og dóttuðinni, Bellu og það er eina TikToki sem ég postað fyrir utan eitt sem var eitthvað svona hvað er TikTok namnið? Ég held bara Maja Einars já, heldur ég veit það ekki ég er sko svona silent TikTokari ég hangi á TikTok þú veist ég er bara heitur mér sko en ég er alveg, þú veist, ég bara elska á kvöldin, ég fer bara í TikTok bara hóluna, ég ætla kannski að horfa á 1 þátt, það er annarkvort að horfa á 1 þátt sem er 40 mínútur að ég fer að sofa eða TikTok í 3 tíma. Já. 3, það endar oftast í 3 og þetta er náttúrulega bara, þetta er bara fík. Þetta er aðeitt, já, ég veit það, já. Og bara eins og Valavinkona, bara sem við þekkjum báða mjög vel og var að vinna með þér í morgun í gamla dag og þar kynntist ég henni líka. Hún var alltaf bara streitast við að fara á TikTok og hún var alltaf á Reels, hún sendi mér svona 10 Reels á dag. Já, ég er enda líka hlusta á Reels. Nei, og horfa á Reels. En ég er bara svona, þetta er sami hluturinn. Nefnum TikTok er bara miklu betra. Nei, TikTok er öðru sér samt, fyrst mér. Er það? Já, ég notaði mér þess að ef mér vantar að vita eitthvað eitthvað specific, þá notaðu, minnst næstu ég svo getur googlar. Já, sko, TikTok er bara nýja Google. Þú ert að fara til London bara með viniðinu. Þá ferðu á TikTok. Ég notaði þannig. Já. Alltaf ég er að ferðast til mig sem vantar að vita eitthvað bæja eða eitthvað, þá gerir ég TikTok. Já, en notar það bara þannig, af því að ég er alveg bara að skrolla og þú veist, af því að algoritminn á TikTok. Verður bara eins og þú vilt. Já, hann er ég held að sé ekki til fullkomnari algoritmi. Hann er miklu fullkomnari en hjá Reels, segja gárungar. Já. Og þar leiðandi, fannst mér svo fyndi, Ari líka, maðurinn minn, hann var alltaf bara, ég skal ekki TikTok, en svo af því að þú veist, það er svo ávanabindandi, en svo hangir hann á þessu Reels, ég er bara svona, þú ert bara
The same thing. Nei, nema þú ert bara með, þú veist, Leiðilega verri útgáfuna. útgáfuna. Og Vala var bara geðið ekki að streitast við. Ógeðslega fyndið, svo byrjaði hann bara, hringdu nefnir bara, Guð Maja, minn góður. ég er dottin í TikTok-hóluna. Told ya. En ég er að horfa, en ég hef aldrei búið til TikTok. Nei, Eins og ég gert mörg reel. Nei, eða þú veist, Bella Já, gerði, Ísabella gerði, já. ég gerði nefnilega eitt með, sko, í ykkur jólabóði fyrir svona 5 árum, eða 4 árum. Það bönnum mín bara miklu minni þau eru núna. Það var eitthvað svona ákveðið trend, svona eitthvað tónlist og við tókum það og ég bara postaði því, actually. Já, minnst það gæði. Já. Mér langar að kunna betra á þetta. Já. Þetta er svona léttari miðill heldur en Instagram. Instagram er meira svona einhvern veginn, það þarf allt svo Já, vel gert einhvern veginn Já. þar, en TikTok fólk kemur bara eitthvað heyrðu hérna Já. bara En það er held ég bara ég akkurat fíla það sem fólk skilurðu. elskar líka við það er svo ríl, Já. fyndi og hitt heitir ríl. Já, einmitt, Já. en það er svona meira bara einmitt, þú mátt alveg vera bara kjánalegur. Já. Þú átt bara að gera eitthvað fyndið. En hvað og- TikTok trend ertu að Nei, sko, já, Hvað er að virka á þig, skilur? Nei, sko, kannski ekki TikTok trend, það er náttúrulega TikTok trend getur verið smart. Þú veist, það getur En verið þú ert bara... að kaupa, ég veit það. Já, Já. ég veit, ég var Hvað ertu bara að kaupa komið því. út á TikTok? Nei, sko, ok, ég ætla að viðurkenna að það er minkað lítið mikið. Ok. En, veist það, fyrst þegar ég byrjaði á TikTok, Já. ég var svo ginnkeypt fyrir, og ég veit að þú ert ekki þarna. Þú ert bara gett lojal bara þínu, bara skincare og make-up og allt þetta. Þú líka kanta á þetta. Þú líka lærið förðunarfræði. Jú, Sorry, jú. þú kanta mála það. Fyrir þá sem ekki vita. Fyrir þá sem ekki vita. Þá hérna, ég kann það ekki neitt. Og þess vegna, ég er nefnilega, er geðveikt mikið búin að spá í þessu. Af hverju ég er búin að fylla allar skúffur heima af einhverju dóti sem að einhvers, þú veist, sem að bara- Líka make-up dóti. Sko aðalega skincare, en fullt af make-up dóti líka. Fyndi, eins og þú málaði svona ekkert mikið. Nei, ég kann ekki mála mig. Ég er bara meira með alltaf sama make-up dóti, bara það sem virkar nota Já. ég er með sama ylvatni bara síðust 25 ár. Eins og núna er ég nota blálóni, það er ég bara alltaf með blálóni. Já. Út af því að mér finnst það bara virka fyrir mig núna. En Ég ég- skipt alveg, en mjög svona hægt. Já, en ég nefnilega Ég klára dótið mitt, sko. Já, ég veit það, ég var að taka til í skúfanum daginn, þetta var embarrassing, það var bara, Ég eins og get bara það ekki. ég hefði bara getað afgreitt bara TikTok pantanir, skilur. En er það hérna- ekki bara takit og getið í ammælskjafur eitthvað? Jú, auðvitað er ég búin að prófa og opna þetta allt, skilur. Já, er það? Ég sendi eitthvað með vinkunum daginn, ég var bara TikTok. Nei. Jú, en málið er að því ég er svo mikið búin að vera að spá í þessu, af hverju er ég að gera þetta? Og það er ekki, þú veist, það er enginn að fara að selja mér eitthvað skóu eða eitthvað þannig, af því ég veit að því, þú veist, ég veit hvað mér finnst Ok. og í hvað skóm ég vil vera, þú veist, ég hef allan skoðun að því. Ég heldur þetta séu til því og Já, út af því að ég þekki ekkert inn á þetta, að ég get látið selja mér ertu að hvað sem panta er. utan bara og eitthvað? Já, Ok. og eða til á Íslandi, panta á Íslandi, en bara Glow Recipe, það er eitthvað svona merki. Ég veit ekki svo hvað það er. Nei, en spurðu Bellu, ég held að við áttum bara alltaf sama, því að hún þurfti að eiga allt á TikTok, eins og ég, bara, það var bara eitthvað stelpa sem að bara gerði það bara, og þú veist, ég tók það saman, það fyrirtæki er bara, það bara út af TikTok, þá er það bara komið núna, það bara selur fyrir eitthvað, þú veist, 500 milljónir pund eða eitthvað, það var eitthvað svona fárlega tala, Pældi. bara út af TikTok, og það er svona, ég held að það vera einn stelpa þarna sem heitir Katie Fang eða eitthvað á TikTok, hún er með 6 eða 7 milljónir followers og hún byrjaði bara, hún var bara svona væral eða vent væral af því að hún tók vídeo á sér og hraðspólaði, hún var að grenja af því hún þurfti að mæta á vakt, hún kallaði á vakt á okkur veitingasta og þetta var bara svo geðvitt svona authentic bara svona vídeo og hún er bara svona, hún býr bara núna í New York, hún er bara sko milljónamæringur, hún er bara Forbes, hún er sko 19 ára eða 20. What? Já, og hérna, Og á hún þetta merki? nei, hún kom þessu merki á blaði. Hún var alltaf að nota þetta og svo er þetta í svona ótrúlega gyrnilegum umbúðum og það er svona melónulykt af þessu, þetta er svona ávasta og þetta er í svona fjólublá, svona glæru, þú veist, einhverju, og þú ert bara, því langar bara í þetta. Ja, það. Já, og þetta fyrirtæki vent bara, þú veist, fór bara þvílíkt væral og er bara núna bara metið og ég veit ekki hvað. Og svo var þetta bara svona, og það voru allir að taka vídeo á sér, nota þetta, en hún svona byrjaði á þessu. Okay. En mér finnst þetta samt vera svona smá, líka þetta er svo mikill frumskóður, út af því að ég sé bara, þegar ég lappin í Sephora og er úti, og það er bara, að kemur alltaf svona vinsælstu merkin nummer 1, og það er bara eitthvað bla bla bla, ég hef aldrei séð þetta merki á þér, einu sem var þetta alltaf bara 10 ár sannlega, eitthvað svona sem þú þekktir, núna er bara vinsælstu merki mánaðarins bara eitthvað sem ég aldrei séð, Nei. og mér finnst það svo skrítið, og svo kemur næst, það er bara annar merki, og svo málið er að það gerist í þessu, það koma ógeðslega mörg merki inn og þetta ógeðslega mörg merki út. Já, Þú veist, það er bara svona,
svona flavor of the month eða hvað maður Já, segja, þú veist, algjörlega. að þetta er ekki, kannski eitthvað, en alls ekki alls svona sustainable. Nei, einmitt, en þú veist, það sem ég til dæmis að taka fram eins og með þetta Glow Recipe er bara því að ég er búin að vera að kynna mér þetta aðeins, að það er svona eitt af þeim fáu sem að bara, þú veist, þetta virka og þetta hélt svona velli. Og þannig að ég bara segi, þú veist, ég keypti mér náttúrulega það og bara ekki bara það sem hún var alltaf að nota eitthvað serum, ég bara keypti mér allt frá því. Þú veist, ég veit það. Og ég er nefnilega held í þessu búin að, þú veist, sálgreina sjálfa mig, af hverju ég gerir þetta. Það er bara því að ég veit ekkert hvað ég á að nota. Ég bara... En ef þú prófar eitthvað sem er gott og fer vel við húðina hérna, ertu það ekki að leggjast þú sortir eins og ég? Ég sé aldrei neitt mun. Sérðu aldrei neitt? Og lítur bara svona vel út og bara veist ekki neitt hvað það gerir? Já, ég meina, takk fyrir það. Nei, málega bara það. Ég sé aldrei neitt mun. Ég bara, já, þetta er svo gyrnilegt og hún nota þetta og hún er ókslega sæt, en hún er kannski 19 ára, bara með perfect húð og ég er ekkert eitthvað, ég vill vera eins og hún. En ég er bara svona... En það gerur á hverju kvöldi? Ertu bara alveg bara með rútínu? Eða ferð ekki bara svo einhvern veginn stundum? Sko, ég er orðin miklu betur hvað það var. Okay. Það var bara tímabil sem ég gaf svona við hátíðis, svona, það var svona hátíð ef ég þreif mér andlita á henni fór svo. Ég veit þetta er ógeðslegt. Ég myndi ekki að fara upp í rúma. Ég veit það, en ég er komin þangað núna. Okay, gott. Ég held að það hafi gert svona, ég held að þú hafir eiginlega seima mig að gera það. Æ, fyrir ekki. Nei. Er það ekki bara væntum þau ekki, þú veist? Jú, þetta er bara ekki lægi. Þetta var ekki leti, veist það, ég er að segja það, ég er bara svona, þú bara daginn eftir. What's the problem? Hvað með kottaðin? Já, ég veit það. Ég er samt mjög, sko, ég myndi segja, ég er alveg svona mjög þrifin. Já, ég veit það nefnilega, ég hef ofkomið tíðin, sko. En þú er aldrei fyrir fötunniðinum upp í rúm samt? Aldrei. Nei, en með make-upi? Aldrei. Það meikar ekki sens. Nei, það meikar ekki neitt sens. En núna er ég fann að þrífa með andlitið á kvöldi og veistu hvað triksið er? Ég fælt að styrta á kvöldin. Mér finnst ég ekki bara að geta þrifið mig framann. Ég þarf að fara í styrtu og bara taka the whole 9 yards. Ég hengdi þetta bara, þú veist, alltaf við, tannburstaði og svo þrífaði. Já, ég meina... Það var ekki svo aðeins tannburstaði. Nei, nákvæmlega. Þetta kemur bara með, þetta er pakki. Já, og ég sá líka einmitt ekkert á TikTok, það var bara eitthvað gæla bara svona, akkur ég get ekki bara þveið mér framann og ég fyrir að sofa. Ég þarf alltaf að fara í styrtu. Ég tengi svo við þetta. Þannig að núna er ég fann að fara í styrtu kvöldin og þrífa mér andlitið. Það er nú gott. Það er nú gott, ég veit það. Og þetta er gott krem árum fyrir að sofa. Já, ég set núna, liðið mig bara í nakin ef ég set ekki krem áður ég fyrir að sofa og þegar áður ég set make-up á Ég sko með problem, þú veist, ég fæ svo mikið þurrk, ég elska vetur og ég elska snjó en elska mikið tilbaka. Ég fæ alveg svo mikið svona þurrk og eitthvað. Ég finn alveg svona ég finn alveg, ég er orðin meira aware einhvern veginn. Kannski gerðist það að ég var 45. Þú veist, ég er að vera 48. Ég er aðeins að head of you. Já, það er svona cirka 2 ár síðan byrjaði svona consistently að þrífa maður ég fór svo. Það er gott. I know. Þannig kemur heim til. Já, kemur heim til og gera þetta fyrir mig. En já, þannig að ég er svo investið í þessu TikTok að mér finnst þetta magna. Mér finnst út af því hvað þetta hefur haft mikil áhrif á mig og svona kauphegðun hjá mér. En svona kannski meira núna ég er ekki að kaupa eins mikið af stóla því ég er búin að prófa þetta allt og... En í fyrirtækinu, er þið að vinna mikið með TikTok? Er þið duglega á TikTok? Já, við erum mjög duglega á mörgum stöðum og ég myndi segja svona þær búðir þar sem að þeir sem er að sjá miðluna sem eru svona yngri, þeir náttúrulega bara, þau eru bara alltaf og þau eru ótrúlega góði í þessu og gera ótrúlega skemmtilega. Alveg eftir. Ég er sko bara búin að mastera Instagram og ég á alveg eftir að gera þetta. Ég er með TikTok, þú veist, andra það eru 4 eða 5 TikTok þar inni, ég þarf að hella mér í þetta. Ég held nefnilega ég náttúrulega veit ekkert mikið um þetta þannig, en ég bara svona mín svona tilfinning er að þú þarft ekki að vera eins consistent þú þarft ekki að posta bara eitthvað annarkur dag eða daglega hvernig þú gerir það en ég myndi segja að vera consistent, þetta þarf ekki að vera eins oft af því að þetta máli vera svona lögðans meiri vinni í þetta og þetta ábara gaman. Já. Þannig að það er það sem ég elska við TikTok og þú veist að máli bara djóka og það er einmitt málið, það eru alls konar trends á TikTok, það er ekki bara eitthvað nú er bara ögg eða múmbút þú veist, eitthvað værálega eða Glow Recipe en ég sko bara, þú veist, ég er náttúrulega bara önnur kynslu, ég bara kem stundum eitthvað niður í vinnu, gerum þetta með þessu sandi, það er bara, nei þetta er löngubúð ég er lífbúin að heyra þetta ég hef líka lent í þessu upp í vinnu, af því ég er náttúrulega í markasteildinu bara að krakka miklu yngri en ég og ég er ofta að reyna að vera eitthvað svona hip og cool og eitthvað og ég bara, heyrði, ef að taka þetta trend bara gleyma það er bara, það rangur augunum bara Maja,
í alvörinni. Þetta er löngu Þetta er búið. ekkert smá- En ég er að sjá þetta um allt núna. Já. Ég bara, já, þú þarft sko að hoppa á trendið þegar það er að byrja. Annars ertu bara lúði. Ég bara, já, ok. Viljum ekki vera lúðar. Nei. Og þannig að, og einmitt í dag í vinnu vorum við einmitt að tala um eitthvað trend og það var einhver sína mig bara, ég bara, váka, þetta er skemmtilegt. Já, við vorum bara sein, en við erum að spá að gera þetta. Ég bara, já, ég hef aldrei séð þetta. Og sein, þetta er ekki smá stuttu lítið mig. Ég ætlaði að gera eitthvað trend með Brynju og ég tóku það upp og svo mætti ég með það og þær voru bara, hell no, þetta lag var við Halloween eða eitthvað, ég bara, það? Skilju, já, mánu og sen bara, ok, það var bara skip já, ég veit að maður þarf bara að treysta þeim já, fyrir já. En þau eru, já, það eru margir í okkur, við vorum með talað okkur langar að fara að gera þetta meira en þetta er ekki eitthvað svona, herðu, hendum okkur að TikTok maður þarf alveg svona að spá í þessu, hvað ætlar maður að gera hver ætlar að sjá þetta þú veist, ekki bara að gera eitt veistu, ertu með eitthvað hugmyndum hvað var svona gott að posta oft í viku? Nei, það var allan að einhver að segja að við vorum að ræða þetta eitthvað vinnund á. Ég held að það var talað um svona, þú veist, það máli vera bara einu sinni í viku, 2 í viku. Það þarf ekkert að vera meira. Ekki nema að þú veist að þetta verði bara aðalmiðliðin. Ef þetta er svona aukamiðl til að hafa gaman. En svo held ég líka núna á social media. Kannski er það oftar, ég veit það ekki. Nei, en ég held líka bara núna á social media þegar allt orðið svo ógeðslega feika eitthvað, þú veist bara, þú veist ekki eins og hvort að manneskjan sem þú ert að horfa á segja AI eða ekki, nei, ég veit það. Eða hvort þú sé að tala í alvörunni eða ekki, eða veistu hvað ég meina? Ég veit það. Og bara allir fullkomnir bara eitthvað svona, að því þeir eru ekki alveg eins og til, skilju. Nei, maður veit ekki neitt hvað er. Þá held ég að manni langi bara ennþá meiri að sjá eitthvað alvöru, bara alvöru mannesku tala, bara, þú veist, ég oft hugsa að ég kannski bara máta föt og sína hvernig ég myndi nota þau eða æskiluru eða bara, þú veist, gera eitthvað miklu meira persónlegt heldur en maður hefur að gera út af því að þú veist, þetta er orðið svo ógeðslega svona ég veit það, feik og málið einmitt það er nefnilega, það er það sem ég ætlaði að segja þú veist, með þessi TikTok trends að það, þú veist, það getur einmitt verið sound bara eitthvað sound sem er að trenda og þá er bara ótrúlega gaman að hoppa það getur verið þú veist, það er það sem ég er að tala um við í lokin en ég þarf eiginlega, þú veist, þráhyggjan mín það er annar liður, já, en allan sko eins og, þú veist, ég bara nefna þátt sem heitir Heated Rivalry og ég held þátt er sem sjónastátt já, þetta er þættir, þetta er 6 þættir og og þú verður bara að kanna hvað þetta er og eitthvað svona það ég var sérst eftir að horfa á já, þú ert eftir að horfa á þeir fóru rosalega góða dóma þú veist, þeir eru bara, held ég bara nummer 2 eftir Breaking Bad eða eitthvað þú veist bara ég líka eftir að horfa það já ertu vinkona mín að Óli velur alltaf hvað við horfum á en ég er bara að horfa á Landmenn og Yellowstone eitthvað svona já, sem við elskum en byrju, er það sem Óli sé ekki búin að horfa á Breaking Bad? Ekki svo, auðvitað, nei ég ringi hann eftir ég veit hann er búin að horfa á þetta Símon, já, nei ring nei, allan ég hef eftir að taka þetta upp við seinna en Heated Rivalry og og þeir sem vita en það, eitt og sér ég er nefnilega sá Helga Ómars hann var að posta eitthvað þetta og þá var eitthvað svona Heated Rivalry og þá gerði hann svona könnun bara, hvað er það? Eða bara, já, ég veit hvað er tala um og bara, ég er búin að horfa á þetta og ég var þessi eitthvað bara, hvert tala um? Nei. Jú, þá svo fór ég náttúrulega TikTok og ég var bara, já, ok og er þetta svona nei, sko, sálfræðingar þeir eru literally að fara að greina hvað gerist hjá fólki sem horfa á þessu þetta aðalega konur hvað er þetta ekki þá svona eitthvað svona cute, er þetta eitthvað hræðilegt? Nei, þetta er alls ræðilegt þetta er bara falleg saga en fólk verður obsessed nei, sko, ég er að segja TikTokið mitt núna það er bara Heated Rivalry og smá Beckham smá Beckham-máli en að því að mitt er bara Beckham já, mitt er aðalega Heated Rivalry en og þetta er bara, fólk er bara það er bara að fara að vera, held ég bara hvað gerist hjá fólki, það bara það horfir á þetta aftur og aftur, og aftur þetta eru 6 þættir og það er ég verður búin að horfa á þetta í næsta podcasti já, og fólk er bara, sem er að tala um þetta bara, það er ekkert líf eftir þetta bara hvað á ég ok, er heppina þetta eftir já, en þú veist, þetta er alveg svona er ekki að taka upp meira? Jú, það er búið það er búið að gefa út að komi sería 2 en þetta er bara svo það finnst svo fyndið er það bara þannig að langar bara svæfingu þannig að hún kemur út já, líka við sko, í alvörunni þetta er bara, það gerist eitthvað svona innan með minni þetta er eitthvað falleg saga ok
og hérna, ég ætla ekki að segja mikið, en það sem ég finnst svo magna við þetta er bara að ég fór frá því að því ég sá eitthvað story og Helga í því að vita ekkert hvað það var í það að bara, þú veist, ég get ekki opna síma minn á þess að það sé bara edits úr þáttunum eða viðtal við þá sem leika í þáttunum eða, þannig að þetta er það sem gerist nú er þetta bara trenda feitt á TikTok það voru bara allir á þetta já, og það er bara eitthvað, og ég mætti vinna daginn eftir ég alveg, þið búin að heyra um það hít og þá var bara, já, ég horfði á þetta í gær þú veist, ég bara, það var enginn búin að vera að tala um þetta og þetta svona þáttur sem ég bara fór að ekki sofa ég bara fór að klára okay. Byrja snemma það, bara gott að vita en þetta er þessi, þú veist, er svo magna við þetta þetta breiðist út eins og bara eldur í sinu en TikTok shop, það er ekki til Íslandi nei, það er nefnilega ekki og þetta er held ég bara, voru við ekki að tala um þetta er bara að vera stærsta verslun bara í heimi bara í Ameríku allavega og og það, þú veist, þetta er bara það sem er svo fárlegt eitthvað þú veist, hvað þetta er ekki í Íslandi en pældi í, það er alveg svona smá aftur bara eins og sjónvarpsmarkaðurinn manst þetta því? Já, sem var í kringlunni, eða ekki? Var hann ekki? Jú, og manst þetta hvað hétu þeir? Bæklingarnir sem fekk Frímanns maður var bara gerði hring, mamma ég ætla að fá þetta og hún bara skífi símanum já, og kvöldi ég ætla að fá itemnúmer þú veist það er bara vefverslunum dag en ég hef séð og ég sá að Kim Kardashian var með svona alvöru sjó, það var alveg svona að tala um það og þú veist, þetta verðist vera svo einhver fyrirtæki hafa bara svona látið einhvern starfsmann en þú að vera með svona TikTok en hún tók það bara alveg all-in og var að máta og Snoop Dogg mætti og hún var bara með eitthvað svona eins og bara þú veist, þau voru að spjalla og svo var eitthvað að máta og hún seldi vist bara eitthvað það er einmitt það að þegar ég var að skoða þetta, þú veist, fyrir þáttinn dag ég er svo geðið heitluð af þessu og langaði að ræða þetta þá kemur alltaf Skims bara nummer 1 það er bara hverjir bara einhvern veginn að því hún gerði það svo vel að bara urðu það sem þeir urðu út af TikTok og það eru bara fullt af merkjum þú veist sem að nei það var eitt trend ok, sorry, ég sé að ég hef skrifið þetta niður það var ógeðslega fyndið það var bara, segjum bara ég myndi segja við þig bara Andra, þú ert ekki að segja þetta ég er svo svöng, ég geti borðað hafliða ekkert varstu búin að segja þetta og bara þá er þetta kannski bara eitthvað æsku vinu pappi hans, bara sem var með hann í bekk þegar hann 10 ára, pappin bara býtu, hvað sagður þau? Hafliða ekkers hafliða ekkers minn ég er svo svöng, ég gæti borða hafliða ekkers ok, mér finnst þetta svo fyndið, þetta er algjört kast þetta var nefnd eitt trend og svo eins og Stanley brúsarnir bara þetta eru bara brúsar, þeir eru bara stærri en ég skilur literally ég er ekki að djóka og og það bara, þeir eru bara svona, bara út af TikTok bara en hvað ætla þetta að sé lengi? Þetta sé bara svo bara næstu mánuði bara eitthvað annað eða, já, ég held að þetta sé auðvitað er þetta bara, hvað er margir notendur á TikTok ég held að mér langar í svona TikTok ég vil fá þetta hinga já, það var bara geðveikt en það er bara svo ótrúlega margt sem næri ekki hingað og þeir nenni ekki að þeir eru svo lítið já, það er bara þannig, þannig að við þurfum bara að vera eitthvað meira kreatív með þetta og svo manst þetta Nothing Beats Jet to Holiday já, nei, ég beilast þetta er bara eitthvað lágfargelda eitthvað maður með þetta heilan, börnin mér voru bara Nothing Beats a Jet to Holiday þau bara, hvað er Jet to? þau bara allir að tala um þetta en geðveik auglýsing fyrir þá geðveik auglýsing, þú veist þannig að þetta er bara það sem maður finnst svo magnað þetta og svo bara eins og það er bara fyrirtæki eins og sem hafa svona margfalda veltunni sína bara á TikTok, það er Elf Beauty þetta er eitthvað svona líka eitthvað svona frekar svona ódýrt merki, alveg örglega bara mjög flotta vörur en þau urðu svona miklu meira segja, harra stalli en ætlaði að sé af því að þeir sendu snirtu vera ógeðslega marga stelpur eða ætlaði að sé að, veist, að þetta er gerst organically eða þú veist sko veistu, maður veit það ekki af því að þú veist, við erum kannski ekki að nota þetta mikið þannig við erum bara meira að nota þetta öðruvísi að því, hvort er betra að hanna góða vöru eða að vera með gett budget í marketing já, en þetta er að segja, þú veist, ef þú ert með góðu vöruna, þá held ég að líftíðin sé lengri, já af því að þá fer fólk að prófa þetta eins og ég eins og Maja og halda áfram náttúrulega að vera viðskiptavinir en auðvitað eru þeir að senda vörur og þú veist, fullt af einhvern svona TikTok gellum og gaurum sem að eru bara með ótrúlega marga followers og þau bara lifa eitthvað lífi bara sem að
Það er bara eins og mikið þessum Instagram stjörnum allt þetta, en auðvitað er það bara líka þau bara fá bara billjónir bara fyrir einhverja branddíla og allt þetta. Ég er alveg easily influenced af svona outfitum og svona. Já. En ekki kannski ekki endilega merkjum að ég fattur þau. Nei. Þú veist, mér stókslega gaman að sjá hvernig fólk klæði sig og ég bara, ég get sett svona saman, Já, ég maður eitthvað fær svona heima hugmyndir, eða já, eitthvað. já. En þú veist, ekki endilega bara að ég verð að fá þessa Nei, tösku eða eitthvað, æskilju. Ég held ég sé meira eins og þú þar, en ég bara held einmitt akkur ég hafi búin að, þú veist, fylla skúffunar heima okkur svona, þú veist, rare beauty. Nei, já. Ég bara, Mér finnst það ógeðslega fyndið, Ég sko. Bella gátum alltaf rætt þetta. Ég veit að ég var bara hvað að tala. Ef að fara í sér fóra, ég þarf að kaupa mér hana, hún var bara, já, einmitt, ég þarf líka í þetta. Nei, sko, Þú og ert svo alltaf bara eitthvað. Nei, sko, það er óeðlilegar upphæðir sem fólk eðir að neini, það koma bara streymillan kassanum bara svo close-up hæpisrúla. Það getur enginn þurft að nota svona mikið snirturum. Nei, ég veit það. Þess að ég skildi ekki, sko. Nei, en þú veist, hvað heldur að allt sem ég á heima, þetta myndi bara last me a lifetime. Svo notaði þetta bara í smá stund, en ég er alveg smá eins og þú veist, ég er alveg líka með núna að koma með eitthvað svona að því ég fann að nota consistently krem. Það er bara eitthvað sem ég get keypt hérna heima. Það var eitthvað tímabil sem ég var gett lost í þessu. Ég þreif ekki af make-upið á kvöldin. Ég vissi ekki hvað vöru ég ætti að nota. Ég var bara mjög týnd í þessu málum og ég þurfti aðeins að garfi í þessu. En þannig, og líka bara eins og þetta Poppy Soda, ertu búin að heyra þá sögur? Ég hef aldrei heyrt það ára. Nei, það er einmitt, veist hver Alex Earl er? Ég hef heyrt þetta áður. Hún var í Dancing with Stars og hún bara svona var eitthvað svona skóla í Miami og bara með eitthvað 7 milljónir followers og hún einmitt var alltaf með þetta Poppy Soda og svo bara hvað er það bara? Það er eitthvað svona gott, ég held að það sé eitthvað svona gott health. Okay. Já, þetta er eitthvað svona healthy, þetta er eitthvað svona hollur, svo ég tala um íslensku, hollur, hollt gos. Og þetta er allt í svona einhverjum ótrúlega lítrikum umbúðum og eitthvað og þetta var hollt. Og hún investaði í þessu, hún fjárfesti í þessu fyrirtæki og hún var alltaf að drekka þetta og svo bara var þetta geðvægt vinsæl. Pepsi var bara að kaupa fyrirtæki út fyrir, ég held bara eitthvað $1 billion. Já, bara svo heili bíbir með glossi. Já, þannig að þetta bara, eitthvað bara vennileg stelpa, bara sem langa, þú veist. Vá, vel gert. Ég elska svona. Já, þannig að nú er hún bara living her best life og hún er alltaf núna að posta á TikTok bara, ef að Pepsi vill fá að kaupa það er náttúrulega annað trend, það er mjög mikilvægt og segir já. Því svo hún er bara að sína frábæra lífi sínu eftir að hún seldi fyrirtæki sitt þannig að þetta bara finnst mér alveg ótrúlega magna dæmi sko. En nú það en geggjaða dagskrárstjóri, gott að þú sért með hana iPad. Já, það ekki, ég fekk hann lána hann hjá Þóralli en herri, og nú máluna nú mátt þú tala hans. Já, hvað? Beckham, oh my god, þú hringdir í mig í gær og varst að tala um einhvern leik handboltaleikin. Ég var bara, ertu búin að heyra um Beckham, skilu? Þú segir, ég hef enga tíma fyrir handbolta. Nei, ég hef enga tíma. Ég er að rannsaka þetta Beckham-mál. Já, ég get ekki. Og ég var eitthvað að segja krakkana, oh my god, er það búin að sjá með Beckham og þau og eitthvað, og maðurinn minn var bara, það er engin að pæli þessu, ég bara, Jú. Já, svona er áhugamálum eins og. Ég er bara ótrúlega investið í þessu. Ég er alveg smá investið, en við erum að tala um handboltan, íslenska landsliði handbolta þetta var bara, veist ég bara segja þér, þetta er bara eftirminnasta leikur sem ég hef hort á. Já, ég trú þér. Já, þetta var ekki fyrir hjartveika. Nei. Ég veit alveg að gaman að horfa á handbolta, ég bara er ekki einn arða í mér með eitthvað svona. Nei. Ef börnum mín er ekki kveikja á sig eða eitthvað, þá bara. Nei. Ok, en allavega. Ég sagði, skilur við Óla, hvað er staðan? Og svara hans er, greinilega það ekki konin svona vel, svara hans var, þetta er handboltaleikur og staðan er hérna, þú veist, þannig að hann lét mig vita að vera handboltaleikur, skilur við. Já, ok, og sagði hann ekki bara Íslandir yfir? Já. Þannig að ég hallaði bara inn í stofus að takk, ég elska að þekka mér svona vel, þú veist, já. En segðu mér, hvað ertu búin að koma að staða einhverja? Nei, náttúrulega bara, ég veit ekki hver við erum að byrja í þessari sögu, en hann náttúrulega þetta, elsti sonur David og Victoria Beckham talar ekki við foreldri sína, hann býr bara út í Miami. Þau tala ekki við hann, you don't know. Hann allavega gátt yfirlýsingu, hann vildi ekki svara þeim og vildi bara fara tala við gegnum lögfræðinga. Þannig að mér finnst það svona svolítið eins og þetta er hans ákvörðun, held ég. Já. Og sagan sem maður er búin að sjá, bara þau eru bara hliðinni, eðlilega, hver myndi ekki vera það, skilur við. Og svo koma með útspilar ekki í gær eða fyrradag, þannig að hann bara gerði, þú veist, sett í story bara af hverju hann talar ekki við þau, bara. Já, ég man það ekki, ég held í fyrradag. Já, segi bara, þú veist, Victoria Beckham stál brúðadansinum af honum, bara. Dansaði við hann eitthvað inappropriately. Já,
Það er náttúrulega alls konar TikTok núna þar sem er búið að klippa hana inn í að dansa eitthvað asnalega. En hún er samt ekki svona að dansa asnalega, ég sé það ekki, sko. Nei. En og svo hún að hafa, hvað átti hún átti að vera að gert líka, dansa við hann og hún átti að hafa hættu á síðust stundu að gera brúðkjólinn hennar. Og sett hana bara í þá klemmu að þurfa last minute, 11th hour var sagt. Hvað þýðir það að þú bjóst nú í Bretlandi? 11th hour, það þýðir bara, þú veist, bara á síðust stundu. Já, það ekki. Já. Og samt viðtal við þau tvö í Vogue sem er svona 2 ára gamalt eða eitthvað. Það sem hún er að segja að hún hefur verið heilt ára að gera kjólinn, flög 2 til Róm og þau hefur komið 2 til Miami að laga kjólinn hana, þannig að það er eitthvað svona, það er ekki alveg eins og þetta make sense. Nei. En sko, það virðist vera eins og svona hann Brooklyn og pappans séu bara eitthvað peði í þessu máli. Það skilur, manni líður... maður upplega smá sér 2 mjög ákvæmna konur hana sem að eru alltaf bak við tjöldin í þessu máli. Svo sá ég á TikTok að svo veit maður náttúrulega ekkert hvað er rétt, að hún hafi átt fyrirhandi kærasta í 3 ár og hann hafi líka slitið öll tengsl við fjölskylduna sína. Mest það er smá red flag. Ég veit ekki hvort að það sé rétt, þetta er náttúrulega ekki áreiðanlega heimildir. En það hlaut samt að koma að þessu, því að það er bara allir og amma er búin að vera að spá í þessu núna í marga mánuði, bara hvað gerðist? Akkur tala ekki saman, akkur er hann aldrei að þau með þeim okkur viðbyrjum? Hann segist það að koma til með síðan ammælið á pappa sínum. En David hafi eitthvað sagt við hann mætti ekki hitta hann nema bara í ammælinu. Nei, var það ekki bara hann en ekki hún? Jú, ef þau ætlaði að spjalla, hann vildi ekki hitta hana. Nei. En svo veit maður náttúrulega ekki hvað er sagt á rétt. Já, ekki one-on-one, þetta þurfti að vera eitthvað svona eitthvað svona ímynd. Þannig að þetta er allt mjög skrítið og svo er náttúrulega bara fréttir af því að Viktoría var bara hliðinu, hún hefur bara flutt spítala. Já, það var sagt eitthvað staðar og svo eins og ég segi, ég er að horfa á alltaf TikTok og Instagram, ég veit ekki. Nei. Ok, já, ég var ekki búin að sjá það. En þú veist, hún hafa bara örugglega fengið kvíðakasta eitthvað, skilur við bara, ég menna, þetta er barnið hennar. Já, ég veit, þetta er alveg ótrúlega. Og svo er þetta náttúrulega líka bara allt, brandið, bara Beckham brandið, þú veist, sem liggur undir, sem hún hefur pottið ágjur af. Já, algjörlega. Það er líka það sem hann er að segja. Fyrirmynda fjölskyldi mörg ár, skilur við. Já, og það sem hann er að segja, að þetta snúist allt það. En ég meina, þú skoða bara Instagram, það er ekkert óvart að mæta öll í dökkblá. Hún er örugglega bara, við erum bara myndatöku hérna, þú ert verið blá og það er pottið þannig, sko. Já, alveg örugglega. Og það er örugglega vel þreytandi eða langar ekki að vera í þessu. Nei, maður sé líka bara, þú veist, þetta horfum maður á þáttinn bæði með honum á Netflix, þarna, sem var æði, og svo með henni, og bara ægin sem þessi kona hefur. Hún er bara búin að borða sama hádegismatinn sem ég kældist þér. Já. 30 ára. Já. Nei, bara alltaf það sama. Bara alltaf í ræktinni. Hún er bara, já, ég veit það, en spáði, bara þetta er bara herægi. Þannig að hún stjórnar örugglega öllu. Hún er pottið svona perfectionist, það sést langarlega en það myndi hún ekki vera komin svona langt. Mér finnst það ótrúlega flott, sko. Mér finnst þetta alveg, en maður er bara eitt spurningamerki núna. En svo er þetta bara litli strákurinn en alls saman kannar gamall. Ég veit það. Þannig að það hlýtur að rífa vel í. Já, en það, bara eins og ég segja, það hlaut að koma í. Eitt sem er skrítið, að því hún heitir hann Nikola Peltz eða eitthvað, sem er vist eitthvað rosalega. Nikola Ann Peltz, já. Sem hún kemur að svona billjónér fjölskyldu, þetta er eitthvað voðalega, hvað er það, svona frekt nafn líka í Ameríku. Ef að maður minn kemur ykkur fjölskyldu og þau voru bara óksla vond við hann, myndi ég aldrei bera nafnið þeirra. Þannig ég skil ekki hvað hún vil hafa það á, en vil ekki tala við þau búin að blokka sískinans, þú veist það er búin að blokka alla, litlu dóttir þeirra, Harper, skilju, en samt viltu hafa nafnið. Sem hún, hann er náttúrulega Beckham, skiljuru, þetta er bara, mér finnst það svona, ég sé spurningamerki við það. Við kannski verðum með follow-up. Þetta verður að follow-up, sko, þetta er ekki búið, sko. Nei, en ég held bara í lokin, þá ætlum við að vera að taka fyrir svona þráhyggju vikunar. Af því að þú veist, maður er alltaf obsessed af einhverju. Og við erum alveg búin að fara inn á, hvað er þín þráhyggja þessa vikuna? Það er náttúrulega búið að vera smáta Beckham-mál. Ég er náttúrulega búin að vera mjög... Horfðu ekki handboltan út af þessu? Nei, ég hefði kannski ekki... Ég held að það er ekkert horft. Ég horfðu alltaf handboltan, ég þekki ekki í liðinu, ég þekki engan. Já, ok. Ég hef einu svona skuttla mér í gólfið þannig að ég fekk sko sára hnið þegar Arnór Atla var í liðinu. Það þekkti hann svona persónulega, ég elskaði mikið með honum og þeim öllum. Já. Ok, ég skil það alveg smá. Já, en hitt hjá mér er náttúrulega, það sem er ekki á mínum samfélagsmiðlum TikTok, það er bara skíðavídeó.
ég meina það ekkert meira satisfying en sjá ekkert bara svona líða niður brekkunar, ég hlakka svo til að fara í skíðaferð og skíða outfit, ég bara, sitt hvað til flott skíðaferð maður, það djóka. Ég veit, þú lifið fyrir þetta. Nei, ég mátaði skíðaferðin daginn sem ég var bara, ég fekk svona tilfinningu bara sem ég mátaði bara eitthvað geðveikt skósíðan palliötukjól, ég fekk svona kýll í magan. Þú sagði mér frá því, bara þú ferði þessar buxur og þú ert bara, Nei, sko, þegar ég fór að skíðaferð í fyrra, þá sá ég bara að stelpnar og nokkur bara með geðveikan rassi, bara vákar flottar í þessum buxum, það er svo ógeðslega vel sniðnar frá Goldberg, heita Pippa eða Pipp eitthvað, nei Pipp, alla frá Goldberg, það er bara rassin, ef ekki langar að vera flottar rasskjum þá er þetta buxunar. Svo fekk ég jólagjöf svona pelsjakka við og loðlúfur og húu, þetta er svo flott. Ég er alveg bara, má ekki vera í þessu bara í dag. Já, en sko ég verð samt að viðurkenna, þú veist, að því ég hef mjög mikið skíðum yfir yngri og það er bara draumur mér að fara í skíðaferð. Ég hef aldrei farið í skíðaferð, ég kem ekkert með þér, ekki spurning. Að ég bara, að því að ég man bara hvað mér fannst gaman á skíðum. Ég fór bara oft bara upp í Bláfjöll eftir skólaskíði, bara eða hitta vini mína, en maður bara fór sjálfur. Bara sæi börnin mín í anda, bara herri, labba mér á BSI með skíðapoka, tók bara rútuna. Svo kom ég heim bara eitthvað tíma. Svo kom ég heim bara, hvað ertu búin að vera? Ég var bara úti. Já, ok. Þú veist, maður hefði getað verið bara, ég veit ekki, í fjöru bara, þú veist. Já, en svo er ég að fá svo mikið af vídeón líka bara, þú veist, þær eru ekkert bara að skíða. Ég held meira sér að ég séð að þær eru geðveikum átöðum en kunna ekkert endilega mikið skíða. Þetta er svona, það er líka til TikTok það. Það er bara þau halda í kunningi skíða fyrir þessu outfiti svo þau bara skíða viti bara geðveikar skíðum en ég held að sé bæði, en svo bara þú veist þessu múmbútsina þegar ég sé það inn í hillinni þú veist, minnst það og allir pelsarnir eins og voru að stand ég meina, ég bara veit ekki hvernig að pakka fyrir þetta og mér langar bara að taka, þú veist, 3 pelsa og 4 skíða outfit only one bag og svo skíðabóki, þannig að þetta verður smá challenge hjá mér, en veist, ég er alveg obsessed þessi, mér finnst þetta geðveikt, mér langar helst að hafa þetta svona eins og í gamla daga bara, veist, ég er að vera til Sviss til Sarmat, já það verður að vera og mér langar að vera bara svona eins og þetta var bara þegar Diana Princess var skíða, bara ógeðslega flott föt, ég elska, mér finnst þetta geðveikt, bara við viljum bara og vera samt bara í þú veist leggings og múmbúts og pels yfir, þú veist, en þú munt ekki sjá mig í úlpu, sko, nei, ég veit það, þannig ég elska þetta, ég er obsessed því, en þú? Ég heated rivalry. Já, það sem ég veist ekki hvað er. Ég held að vera krulljafn, en ok, ég er að horfa. Já, eitthvað heated, eitthvað. Já, ok, það er kast. Allan að ég held að þú verður líka obsessed. Það er svona þráhyggjan mín þessa vikuna og og handboltinn. Handboltinn? Eðlilega. Ástæðan fyrir því, ég var náttúrulega bara að skoða í dag, af því þá er ég ekki búin að vera fylgjast jafn mikið á þú með þessu bekkamál, af því ég er bara hvenær er næsti leikur? Klukkan hvað? Mér stæði, við eigum náttúrulega öll að horfa hann leik. Ég má skammast mín, ég veit það. Ég fer ekki, ef þú reynir að horfa kannski næstu 2, ég fer ekki það. Ok, en ekki bara segja þangt til næst. Hlakka útlulega. Herðu, gaman að vera með podcast með þér. Já, gaman að gera allt með þér. Já, þannig að. Herðu, svo bara tískuvikan næstu viku? Nei, það ekki? Jú. Ég er frá mánudaginn. Já, ég er frá þriðjudaginn, þannig að við þurfum að tala það. Við segjum allt frá því. Við værum með myndir og okkur. Æði. Þannig að þangað til næst. Takk.